Hvaða skepna hefur svo sérkennileg horn og skrýtna vængi og lýsist svona fallega upp af dagsbirtunni að ofan? Bjarni Sæmundsson fiskifræðingur gaf henni heitið marfluga á fyrri hluta síðustu aldar, en á ensku heitir hún Sea Angel, sæengill. Myndir á borði þessar eru mjög fágætar og sjálfur Attenborough á engar sem slá þessum við. Myndir sem hafa birst hjá National Geographic standa þessum líka langt að baki. Nú kalt hjá okkur eins og hér sést og þá meiri von að sjá marfluguna. Við Ísland hennar mest von við norður- og austurland þar sem sjór kaldastur við landið. Marflugan lítil skepna, 1 til 2 cm að lengd. Þetta litla dýr af flokki vængsnigla. Þeir eru skyldir bertálknum sem finnast líka í sjónum við Ísland. Vængsniglarnir eru ólíkir öðrum sniglum að því leyti að þeir lifa í svifinu en ekki á botninum. Uppi í svifinu skiptir mestu að vera léttur á sér. Á marflugunni hafa þróast eins konar vængir úr fliphónum sem sniglar hafa venjulega til að mjaka sér áfram. Kuðunginn hafa vængsniglar ýmist losað sig alveg við eða hann orðinn mjög þunnur og léttur. Marflugan hefur til dæmis enga skel. Marfluga ein þeirra skepna í sjónum sem landkrabbar sjá aldrei í sinni réttu mynd. Eina leiðin til þess að sjá hana þannig að kafa eða heimsækja fiskasöfn. Hér eins og marflugan þykist vera dauð. Þetta sýnist okkur að hún geri gjarnan þegar hún skynjar hættu. Hérna sést hins vegar bertálkni flatmaga á þarablaði. Hann snígill og kallast sæsítróna upp á ensku. Sea lemon. Sumar sniglategundir geta varið sig með eitri og hafa til dæmis eiturbrodda í öngunum á bakinu. Broddarnir á þessum snigli eru út til hliðana, líkt á vængir, þótt þeir dugi nú ekki til sunds. Marflugan oft á mjög grunnum sjó og heldur sig í yfirborðinu. Þessar myndir eru teknar í höfninni á Hjalteyri við Eyjafjörð. Kafarinn hafði orðið var við marfluguna út við Arnarnesstrýturnar, Hverastrýturnar frægu, en þar var engin leið að mynda þetta litla kvikindi fyrir hreyfingunni á vatninu. Marflugan á 2 ættingja í uppsjónum sem heita vængdoppa og svifbobbi og eru líka vængsniglar, hafa ennþá þunnan kuðung. Vængdoppurnar og svifbobbarnir eru hins vegar miklu minni en marflugan og sjást ekki nema með víðsjá. Samlífi þessara ættingja nokkuð sérstakt því marflugan lifir nánast eingöngu á hinum tegundunum 2. Marflugur þurfa þó ekki að örvænta ef þær finna ekki hina sniglana til að éta, því þær geta verið matarlausar í allt að 1 ár ef ekkert í boði.